Nú ætlum við að halda áfram að skoða hornareglur, en nú ætlum við að sjá hvernig þær virka í þríhyrningum. Hérna sjáum við einfaldan þríhyrning, þetta er mjög létt dæmi, í raun bara upprifjun. Við vitum tvöhorn í þríhyrningi, þá nýtum við okkur það við vitum hornasömu þríhyrning sem er 180 gráður mínus 45 mínus 35, drögum hornin bara frá og þá fáum við út að þetta horn er 100 gráður. Svipað hér, nema hér þurfum við að byrja á að finna hornið y sem er 180 mínus 140 því að þessi tvö horn eru grannhorn. Og þá fæ ég út að þetta er 40 gráður. Og þá veit ég tvö horn í þríhyrningi og vantar það þriðja. 110 gráður. Þetta er tiltölulega auðvelt. Hérna erum við með mynd sem að virðist í fljótu bragði vera töluvert flóknari, en er það í raun ekki. Þegar við erum að leysa svona myndir þá getur það hjálpað okkur að teikna myndirnar upp á nýtt. Og ég ætla að teikna þessa mynd upp á nýtt. Þetta er 30 og þetta er 100 og þetta er seta. Sjáðu, ég teikna bara annan þríhyrningin. Ég teikna þennan þríhyrning hér. Og síðan teikna ég hinn. Skiptir engu máli þó að hornin sé ekki alveg jafn stór hjá mér. Það er ekki aðalatriði. Við erum að reikna þetta en ekki mæla þetta. Og sjáðu, nú er auðvelt að reikna hornin x og z. Z er 180 mínus 100 mínus 30 sem gefur mér 50 gráður. Og hér erum við með 180 mínus 80 mínus 70 sem gefur mér 30 gráður. Og þá eigum við bara litla þríhyrningin í miðjun eftir sem var upphaflega x í z, við vissum ekki neitt, en nú vitum við að þetta er 30, þetta er 50 og þá er þetta aftur bara 180 mínus 50 mínus 30 sem gefur mér 100. Þannig að þetta hérna horn er 100 gráður. Flóknara var það nú ekki. Hérna sjáum við aðra mynd sem að virðist enn og aftur vera dulítið flókin. Við vitum svolítið, hérna til dæmis er þríhyrningur sem við vitum tvö horn í en vantar það þriðja. Þannig að við gerum bara 180 mínus 130 mínus 20 sem gefur mér 30 gráður. Nú veit ég í stóra þríhyrningnum tvö horn, hér er 40 gráðu horn, 20 pluss 20 og hér er 30. Þannig ég gerir bara 180 mínus 40 mínus 30 og út úr því fæ ég 110. Nú vantar mér bara y-ið. Ég get ekki notað hornasömu þríhyrnings hérna því ég veit bara eitt horn í þessum þríhyrningi. En það er tekið fram að línurnar A, B og D eru samsíða. Það þýðir að þetta horn og þetta horn sem eru víxlhorn eru jafn stór. Þannig að þetta er 20 gráður. Þá er þessu lokið.